Þá að allt öðru. Stefán Karl Stefánsson leikari, betur þekktur sem Glanni glæpur í Latabæ og Trölli sem stal jólunum í vinsælum söngleik í Bandaríkjunum síðustu 9 ár, ákvað nýlega að venda kvæði sínu í kross og hefja ræktun á svokallaðri grænsprettu eða microgreens eins og það heitir á ensku. Grænsprettan í raun fyrstu 2 kínblöðin á spíruðu fræi eða stigið á eftir spírun þess og víst meinhollur veislukostur sem hægt að nota í salat, súpur og sem matarskraut svo eitthvað sé nefnt. En hvað fær farsælan leikara til að snúa sér að slíkri ræktun í gömlum hraðfrystigámi í Hafnarfirði eða snjallbíli eins og hann kýs að kalla það. Við hittum Stefán á dögunum og forvitnuðumst þetta fyrirbæri sem grænsprettan og hvernig hann fer að því að rækta hana. Sjúkdómur. Hvað ef ég bý til gervisjúkdóm sem fær alla til að hætta að borða grænmeti? Ef enginn borðar grænmeti, mun enginn hafa kraft og enginn hreyfir sig. Ég var náttúrulega fastur í Latabæ ansi lengi. Þar sem að ég var náttúrulega að hatast við grænmeti. Mjög lengi. Ætli þetta sé ekki bara svona mín leið til þess að ná sáttum við grænmeti. Áður en ég held áfram. Ég búinn að vera mjög lengi að hugsa hvað get ég nú gert annað. Eitthvað kann ég nú annað en að leika. Og ég kynntist þessu í Bandaríkjunum og við hjónin. Microgreens heitir þetta. Og við svona vorum að velta í fyrir okkur hvað, hvort það væri nú einhver að framleiða þetta hérna heima. Sáum þetta samt alltaf á veitingastöðunum, sko. Og svo bara komst ég að því að þetta allt saman innflutt, meira og minna. Þannig ég sem með þetta gat á markaðnum, ég stekka á það. Af því ég hef alltaf haft gaman á ræktun, bara í gegnum foreldra mína sem að bæði með græna fingur. Ég ætlaði nú aldrei að fara út í svona mikinn business, sko. Þetta bara óx í höndunum á mér, sko. Grænspretta raunverulega fyrstu 2 laufin sem koma á hvert fræ. Sem sagt kínblöð, sem það heita. Og þetta raunverulega ekkert flóknari fræði en það. Nema hvað að næringin í einni grænsprettu svona 4 til 7 sinnum meiri heldur en í fullvaxta plöntu af sama kyni. Og þetta hérna til dæmis klettasalat. Engan hefði grunað að þetta væri klettasalat. En þetta 4 til 7 sinnum næringaríkara heldur en fullvaxta klettasalat. Og rosa gott fyrir bara líkama og sál. Ég finn það bara. Ég finn bara hvað þetta er gott. Superfood. Ég meina ef að þetta stæði á borði í Krónunni eða Hagkaup, ég sem áhugamanneskja grænmeti myndi ekki vita hvað þetta væri í raun og veru og til hvers ég ætti að nota það. Já, sem að sorglegt. Vegna þess segir mikið til markaðinn hérna heima. Já, alls getum þig. Nei, ekki taka þér persónulega. Engin fáfræði hér. Nei, en notað grænsprettur í allt. Djúsin, salatið til þess að því að eins og þetta með sinnepsspretturnar, þær eru svolítið svona spicy og svo erum við með wasabi sprettur líka sem eru líka mjög spicy og þú tekur svoleiðis smá búnt af því og yfir klettasalatið þitt eða icebergsalatið eða hvað sem það er. Þá er þetta bara svo bragðsprengja inn í salatið. En húsakynnin, þau eru líka ekki mjög hefðbundin. Nei. Þetta er ekki gróðurhús í Hveragerði, til dæmis. Nei, nákvæmlega. Ekki gám í Hafnarfirði. Já. Jú, alveg rétt. Með gám fullan af fiskifílu. Einhvern veginn stóð ég hérna inni og hugsaði með mér, hvað er ég búinn að gera? Og í staðinn fyrir að fara og kaupa allt nýtt inn í þetta, þá fór ég bara á stúan, ég fór á Bland og fór bara með bíl, með kerru aftan í og keyrði bara og bankaði bara upp á sem og ég svo hurð og þar fékk ég svo hurð og það var fyrirtæki í Sundagörðum sem var að losa sig við hillur, stálhillur og það voru þessar stálhillur. Þannig ég fekk þær á 30 skall. En svo kom að lýsingunni og þá voru góð ráð dýr því að ég fór að hugsa að við þurfum að lýsa þetta en þetta eru grænblöðungar þannig að þau þurfa kaldabirtu, bara dagsbirtu en ekki þessi 1000 watta gróðraljós. Þannig ég tók bara skrifstofulampa gamla úr skrifstofum í Reykjavík og það var maður í Reykjavík búinn að safna þessu saman frá alls konar skrifstofum hér og þar
og ég keypti þannig að öll lýsingin hérna inni kostaði kannski einhvern 100 áskall. Og síðan þurfti ég að fá skápa til þess að það sem heitir germination, eða það sem við störtum fræjunum, að ég fekk svona gamla goskæla í staðinn og sneri við bara elementinu og setti í það á vatn og þannig að það myndast gufa inn í honum í staðinn fyrir kæling og þannig erum við búin að búa til þessa skápa raunverulega. Og losa fyrirtæki við urðunarkostnaðinn við að losna við skápinn. Fermeterinn hérna að byggja kostar kannski 15-20 skall. Við hliðin á steindeipunni og þá sérðu að þetta meika fullkomin sens að gera. Og svo þegar nágrannarnir mínir hérna, bróður minn í þessu tilfelli, er búin að fá nóg á mér, það bara næði í gámabíl og fer eitthvað annað og gera einhvern annan snarvilsan. En við erum að leita að framtíðarplássi, þannig að ef einhver sér þetta, þá við erum að leita framtíðarplássi, en við viljum vera í borginni, innan fólk og við eigum að rækta matvæli innan fólk. Ég held að það sé bara heilbrigðara og betra. Í staðinn fyrir að vera alltaf að naga eplið sem eru búin að ferðast frá Spáni með millilendingu í Hollandi og sitja svo í flugvél að skipi allavega hingað. Ég meina, og þú hefur öll tilskilin leyfi til að rækta allt með þessum heima tilbúna búnaði? Já, en það skiptir ekki máli. Þetta er frumræktun og allir, sem sagt, þetta er náttúrulega sko, með við svona mennilegt gróðurhús sem þú kemur inn í, þá er þetta náttúrulega svolítið eins og skust og hvað hreinlæti var það. En við erum ekki að sem sagt, pakka eða eiga við framleiðsluna. Og eitt svona bakki eins og þessi hérna, til dæmis, hann fer svona á veitingastæðin eins og þetta er. Og við erum með núna rétt að skríða yfir 20 veitingastæði á höfuðborgarsvæðinu og erum aðeins farin að teygja anga okkar út fyrir höfuðborgarsvæði líka. Og okkur hefur verið tekið frábærlega og bara fegins hendi raunverulega og bara mikið var að einhver fór að rækta þetta. Það hafa margir sagt. En ertu búin að leggja leiklistina á hilluna? Nei, alls ekki. Ég er ekkert hættur að leika. Leiklistin er hins vegar skrítið fag. Leiklist er ekkert fyrir alla og hún er ekkert eitthvað sem maður svona endist í án þess að taka sér eitthvað annað fyrir hendur líka. Því að maður getur ekki bara endalaust nærst á sjálfum sér. Og þegar maður finnur það þá er held ég ágætt að stíga til hliðar og koma svo bara aftur fersku seinna. En Grinch? Já. Hann er búinn að fylgja þér lengi? Já, trölli minn. Ég fer til Bandaríkjanna og leik hann núna aftur. Ég er búinn að leika næstum því 700 sýningar af því. Það er ekki markmið að leika 1000. Þetta er orðið alveg ágætt. En já, ég er búinn að leika Grinch í tæplega 60 borgum öll Bandaríkin fyrir yfir 2 milljónir áhorfenda. Þannig að það er búið að vera alveg ótrúlegt ferðalag og gaman, mikið ævintýri að taka þátt í. Og það svona kannski nærir mig alveg að standa að því að þú veist, það er þessi þörf listamannsins að hafa áhrif. Og það er svo frábært í leikhúsinu að þú ert ekki að hafa áhrif á einhverja eina manneskju, þú ert að hafa áhrif á 2-3 þúsund manns í einu. Og það er rosalega gaman. Það er einhver þörf sem slokknar aldrei held ég. Og þess vegna er ágætt að hafa svona verkefni út fyrir landsteinana sem að ég hef. En þetta verður mögulega í síðasta skipti? Já, ég held að ég leyfi mér að fullera það. Já, að þetta verði í síðasta skipti sem ég gera það. En heldur þetta þér að floti og þinni fjölskyldu fjárhagslega? En sem komið er? Nei, það gerir það ekki. Þetta er enn svona dýrt áhugamáli? Já, já, það er það. En við stefnum á tvöföldun. Eftirspurnin er gríðarleg og ég er hérna öllum stundum. Og mér finnst bara svo gaman að taka þátt í svona frumkvöðla starfi og búa eitthvað til, eitthvað nýtt og sjá hvert þetta leiðir og hvert þetta fer. Áður en við kveðjum viljum við minna á Kastljós annað kvöld.